Komið í sæl og blessuð og takk fyrir að vera með okkur í Forista og samskipti. Sigurður Ragnarsson heiti ég og umsjónarmaður þessa hlaðvarps. Nú við förum auðvitað út víðan völl í hlaðvarpinu okkar hér og núna umræðan í tengslu við Forista og samskipti töluvert mikið og snýst töluvert mikið um kosningarnar, það að segja alþingiskosningarnar. Og því alveg tilvalið að skoða það aðeins og kannski þá líka með aðeins svona öðruvísi glerugum heldur en að almennt verið að gera. Að því að jú, þetta hlaðvarp snýst jú Fórustu og samskipti. Þannig að mér tókst að nappa honum aftur hingað inn til okkar með beltum og axlaböndum. Hann Grétar Þór Eyþórsson sem stjórnmálafræðiprófessor, hann prófessor í viðskipta deild Háskólans á Akureyri, búinn að vera stjórnmálaskýrandi í áratugi og síðast en að kom til okkur þá taldi hann upp ýmsar starfsgreinar og alls konar ferli sem ég ætlum ekki að fara út í aftur, en það spurning hvort að Grétar vilji sjálfur bæta einhver þar við. Velkomin Grétar, gott að fá þig aftur. Já, takk. Hvernig hefur það? Ég bara ágætur, sko. Já, ertu búin að ákveða hvað ætlar að kjósa? Já, ég löngu búin að því en ég gerði það ekki upp. Nú aldrei gert. Þetta verður þá markmið að fá þá upp úr þér. Já, nei, það er ég fer á kjörstað. Já. Meira segi ég ekki, sko. Þetta getur verið þá bara átt við alla flokkana og aukt líka. Það er bara þannig. Það sem við ætlum að gera, við ætlum að skoða þetta út frá þetta Fórustu og samskiptum og fara svona aðeins ofan í sauman á þessu. Það auðvitað að skoða svo ótal marga hluti, þannig að við náum nú ekki að fara í öll hornin og öll herbergin í húsinu. En og það eru alþingiskosningarnar og síðan langar mig að við tökum aðeins fyrir ræðum forsetakosningarnar í Bandaríkjunum. Það sem að nýr nagli tekin við Hvíta húsinu eða hann ekki búin að taka við því, það er framundan. En svona varandi alþingiskosningarnar að þetta er svona frekar stuttur aðdragandi og óvinnulegur ekki sagt. Mjög stuttur og þá er kannski svona fyrsta áður en við kannski förum aðeins út í svona Fórustu og foringjapælingar og ræðum aðeins þá sem eru í stafninum í baráttunni hefur þetta einhver svona áhrif þessi aðdragandi núna, þessi stutti aðdragandi og líka þá miðað við á hvaða tíma ársins kosningarnar fara fram, hefur þetta einhver áhrif á kosningarnar að einhverju leyti? Og niðurstöðuna þá kannski eða? Já, beli eða bara, það getur þá verið þáttaka eða niðurstaða. Já, þetta er náttúrulega vetrakosningar, getum við sagt og það er dæmi fyrir því að það sprakk stjórn í september og október 1979 og það var búið til kosninga 2. og 3. desember og takt eftir því að það var kosið í 2 daga því að menn treyst ekki á að það væri hægt að klára þetta á einum degi ef eitthvað breyðir til beggja vona með veður. Menn hafa ekki farið þangað núna og svona, ég get alveg sagt að langtímaspár með veðri, þær eru frekar hagfelldar allavega. Þannig að það er alls ekki víst að þessi skammi aðdragandi og þessi tímasetning á kosningunum þurfi endilega að bitna á kjörsókn. Ok. Mér dettur nú bara í hug þessu samhengi með veðri, það er náttúrulega mismunandi veður landið en þurfa stjórnmála skýrendur og sérfræðingar kannski frekar að setja sig í spor veðurfræðinga þegar að vera að kjósa svona sent á árinu eða skulum segja það getur náttúrulega eða hávetur skulum við segja frekar. Já, það er sko við náttúrulega höfum takmarkað vit á þessu og þetta styðjumst við bara við veðurfræðingana í þessum efnum. Ég hef alltaf fylgst reyndar vel með veðri þannig að það er ekkert nýtt fyrir mér þó að ég sé búin að skoða þetta svolítið fram í tíman þannig að það lítur bara ágætlega út og það er nú löngum verið sagt að sól og blíða því að það er nú oftast kosið á vorin sól og blíða þýðir góða kjörsókn og gott veður. Hvort að verður einhver rjóma blíða 30. nóvember, það er svo aftur annar mál en allavega ekkert foráttu veður. Gott að heyra það. Það eru auðvitað svo margir
flokkar í frambóði, við ætlum ekki að fara í gegnum hvern og einn þeirra, þá væri við hér örugglega bara í marga daga með þannig djúpa greiningu á hverjum einum, en ef við skoðum þetta aðeins út frá bara forystu og stjórnun og samskiptum að auðvitað náttúrulega við komum kannski inn á það aðeins hér og eftir, en flokkarnir eru auðvitað að kynna sem mismunandi hætti, en ef við horfum á þessa flokka sem að virða svona vera að fá mesta brautargengið, hvaða leiðtogar eða forystufólk ert þú að sjá þarna sterkast og svona koma kannski fram með sem skýrustum og sterkustum hætti? Hverju kom upp í huganum þér? Já, sko, það er alveg greinilegt að það er alveg misjönd, sko, hversu mikið flokkarnir svona trana sínum foringja fram. Það er alltaf augljóst að, sko, miðflokkurinn það notar sinn formann mjög mikið. Já, Sigmund Davíð og flokkur fólksins Ingu Sæland, það er nokkuð ljóst, og mér sýnist Samfylkingin vera að nota Kristrúnu Frostadóttur mjög mikið líka, en það er náttúrulega svona formaður sem að kom með svona eins og stormsveipurinn í stjórnmálinn, það er kannski ekkert við öðru að búast, en það er svona, þetta er kannski svolítið svona öðruvísi, það er náttúrulega augljóslega ekki hjá Pírötum eða eiginlega vinstri grænum heldur. Er það breyting frá því sem var þegar Katrín Jakobsdóttir var formaður vinstri græna? Hún náttúrulega hún fiskaði vel atkvæði, hún hafði mikið persónufylgi, þannig að það var mjög eðlilegt að það væri reynt að nota hana sem sko svona manneskjuna og forystumannin sem að dró fylgi að flokknum. Það hefur bara svona svolítið breyst, sko. Þetta er bara, það er fleiri sem að koma að núna virðist vera og jú, þetta er Bjarni Benediktsson, hann er náttúrulega sérst ágætlega hjá Sjálfstæðisflokknum, en þeir eru fleiri sem að koma fram, sko. Þannig að þetta er auðvitað bara misjöfnt, sko. Misjöfnt. En hvað með eins og talar Framsóknarflokkinn og bara þessa síðustu stjórnarflokka, þá er það náttúrulega Svandi sem er þar eftir og Bjarni Benediktsson og síðan Sigurður Ingi. Já, hann er búinn að leggja sjálfan sig undir. Já, hann gerir það. Já, hann hefur reynda verið að koma dálítið oft fram núna undanfarið og svona verið að reyna að róa því öllum árum hann komist inn þarna í öðru sætin í Suðurkjördæmi, en náttúrulega með þessari ákvörðun að setja nýja mannesku öllu Hrund orkumálastjóra í efsta sæti, þá er náttúrulega formaður flokksins að leggja sjálfan sig dálítið að veði, sko. Svona með að hvernig staðan er núna. Einhvern tíman hefði kannski annað sæti hjá Framsókn og í Suðurkjördæmi ekki verið neitt vandamál, en í stöðun eins og hún er núna þá er það reyndin, sko. Er þetta djúp strategísk ákvörðun eða pæling tilur? Ég veit það ekki. Það er ómögulegt að vita það. Ég meina það getur bara vel verið að Sigurður Ingi Jóhannsson verði bara utan þings eins og við eftir 10 daga. Já, þú segir nokkuð. En það er eins og með, sko, kannski rétt aðeins að öðrum hann, að til dæmis eins og með sósíalistaflokki, þar er Gunnar Smári, virðist vera svona aðal andlitið. Já og nei, sko. Þeir hafa náttúrulega notað hana Sönnu Magdalenu sem að hefur náttúrulega henni hefur gengið vel í að komast inn í borgarstjórn og er þar og virðist eiga verulega mikið persónufylgi og þannig að það er sósíalistar eru svo sannarlega að svona reyna að láta hana sjást sem mikið því að það
þeir eru náttúrulega með hann á reyndar Gunnar Smára líka, Gunnar Smári alltaf Gunnar Smári sko, hann alltaf svona gustar af honum sko, en hún getur dregið til þeirra atkvæði í eina fjölmennustu kjördæminu sem skiptir auðvitað máli upp á að ná atkvæðamagninu upp í 5% sko, skulum við sjá til sko. Já, og einmitt, þú nefndir áðan Höllurhund, að þá ef maður spólaðist tilbaka og það ekkert langt sinna voru forsetakostningar. Já. Og það verið að setja jafnvel aðeins svip sín á þessar kostningar og þá ég að vísa til þess að Arnar Þór Jónsson, hann þarna með sinn flokk auðvitað. Já. Hvað sérðu því? Hann hefur náttúrulega verið kannski svona aðalmaðurinn í auglýsingum og svona framkomi hjá flokknum þegar hann hefur snúist svona flokkin sem heild og það er ekkert skrítið við það í sjálfu sér sko, þetta náttúrulega flokkur sem er runnin undan hans rifjum og hann var náttúrulega í forsetaframbjóði fyrr á árinu og náði nú alltaf að kynna sig eitthvað sko en svo kannski annað mála hann virðist náttúrulega ekki hingað til allavega að mælast í könnunum þannig að hann sé nálagt í að komast inn. Svo hérna eitt flokkur og sem að skora mjög hátt núna með foringja fórustu fólk innanborðs og það Viðreisn Þorgerður Katrín. Já. Og eins og þú segir með skoðanakannan það geta nú sveiflast til og frá en svona almennt segja þá virðast nú flestar kannanir benda til þess að Samfylkingin og Viðreisn því að skora svona hvað einna hæst hvort sem að það verður síðan þess að gefa upp úr kössunum en hvað segir Þorgerður Katrín og Viðreisn og svona fórustu fólki þar? Þau virðast að stabilisera sig einhvers staðar í nágrunni 20% núna og eru frekar á uppleið heldur en á niðurleið segja kannanirnar okkur og reyndar sko Samfylkingin líka að snúa við svona hægri niðurleið Þorgerður Katrín náttúrulega foringi Viðreisnar enda náttúrulega, hún náttúrulega gamall ráðherra og með mikla þingreynslu og það auðvitað mátti auðvitað búast við því að henni yrði telt náttúrulega mikið fram í aðdraganda kosninga með alla sína reynslu og svona kjörþokka, ég ekki að segja það, hún hefur það. Og þá ég velta fyrir mér einmitt með að því við erum að skoða fórustu fólkið og hvernig það birtist okkur, við getum verið að horfa á eiginleika færni, við getum verið að horfa á hvað þau hafa verið að gera gegnum tíðina, hafa þau verið að standa við lofvörð, hvað eru þau að segja, hvað hafa þau gert og svo framvegis og ég veit að þetta eitthvað sem þú hefur líka að skoða í þínu rannsóknum og störfum að það einmitt svona þessi ákveðnu fórustu element og hverslags leiðtogar þetta fólk við myndum bara svona aðeins sem ég kannski velta fyrir mig Grétar það svona, þú veist, munur á milli þessara leiðtoga sem að leiða þessa flokka svona helstu. Hvað finnst þér það? Að þú talað til Þorgerður Katrín með kjörþokka. Já. Og svona það hefur sko hver formaðurinn svona kannski sitt en það er kannski ólíkt. Já, hvernig þá? Hvað séu helst svona ólíkt? Hvað ég má segja, sko, það náttúrulega greinilega munur á Ingu Sæland og Þorgerði Katrín, svona hvernig það er koma fram, en það náttúrulega málflutningur flokks fólksins gengur svona meir út á að prófílera sig bak við svona nokkur atriði sem við tala oft fæði, klæði og húsnæði, þetta svona ekki flókið, en skýrt og virðist ná til nokkuð margra á meðan kannski aðrir flokkar eins og Viðreisn erum kannski með flóknari stefnuskrá. Þá dettur maður í dögu út frá leiðtogafræðum og forystufræðunum að ef það er lykilatriði að þeir sem í stefninum, við skulum endilega hafa líka í huga að við þurfum ekki endilega að hugsa bara akkúrat formann, það geta verið nokkrir hérna
sem í stafni í flokkinu með formanni, það getur verið forystusveit, að þetta hrífa fólk með sér, hafa áhrif og hafa það áhrifi þá veru að skilaboð komist til skila og þú náður að sannfara kjósendur þannig, hvort sem að þeir eru óákveðnir eða fá til að skipta skoðun, þannig að þeir merki í kjörklefunum við þann bókstaf sem að þessi flokkar vilja að þú merkir við, þannig að hvað finnst þér hérna einhver forystumanneski eða forystusveit innan þessar flokka vera svona að hrífa meira heldur en önnur? Ég veit ekki hvort ég get sagt það að slíkt sé eitthvað mjög afgerandi á þessum stutta tíma. Ég held nú eiginlega valla, sko, það er svona frekar hvort að hvernig fólk tekur eftir boðskapnum frá þeim, hvernig þeim gengur að ná sínum til sína, markhópa, það er þráttur allt þannig að sumir hópar eru líklegri til að kjósa Framsókn eða Samfylkinguna, sko. Já. Ég myndi að velta fyrir mér þessu, af því það virðist vera að það séu ef til vill fleiri núna sem að eru óákveðnir og það, ég skal ekki segja kannski og kannski líka bara fá þitt viðhorf á því hvort það geti mögulega ráðast hreinlega því að þessi stjórn sem er að fara frá, hún hefur verið mjög óvinsæl og stjórnarflokkarnir virðast vera að tapa mjög miklu fylgi, þannig að þetta fylgi þarf auðvitað að fara eitthvað annað. Já. Þannig að ef maður velti þá líka fyrir sér boðskap stjórnarflokkana, núna er hann ekki að ná í gegn eða það er eins og með þessi slagorð og skilaboðin eins og til dæmis bara mér dettur hug Framsóknarflokkurinn og það er til dæmis eitt af því sem að þeir eru að birta er sem sagt að það er minni öfgar meiri Framsókn og Samfylkingin teflir meðal annars fram að setja fram við erum með plan og svo framvegis. Já, það kannski helgast, þetta hjá Framsókn helgast kannski að því að þeir vilja sem sagt marka sér klára stöðu á miðjunni en ekki út á jöðrunum til vinstri eða hægri og þeir eru búin að vinna náttúrulega með vinstri og hægri flokki og eru að reyna að minna kjósendur á það að þeir séu þarna í miðjunni og þeir hafa nú svo sem áður talað það að þeir séu ekki flokkur öfgana, sko, eða þess að þeir á stundum orða það. Eru þeir að svara einhverjum öðrum skilabóðum frá öðrum frambóðum eða flokkum núna? Með þessu? Ekki, mér finnst það ekkert endilega. En þeir verða náttúrulega einhvern megin að ná í gegn. Já. Og það er reyndar, þú segir náttúrulega við ríkisstjórnin lítur mjög lítið til að vinsælda og þau hafa náttúrulega farið af henni þetta kjörtímabil en það er auðvitað eitthvað sem við erum búin að sjá gerast alveg frá hruni það sem að ríkisstjórn sem að byrjar vel og nýtur svona einhvers trausts og fylgis til að byrja með að hún endar bara á hælunum sko þegar kemur að næstu kosningum svona út frá könnunum þannig að það er svona ekkert annað á ferðinni hérna sýnist mér. Hvernig stendur þessu? Já, það er bara allt orkar tvímælist á gertir, það er alltaf hægt að finna auðvitað að við erum búin að hafa alls konar flokka sem að hafa goldi fyrir það að vera í ríkisstjórn. Já, af því að það fyrsta sem kemur upp í hugin hjá mér og þú nefnir þetta er það að það sé þá nánast bara óskrifuð regla að þessi flokkar sem að fara í stjórn það verði þá óanægja með þeirra störf og þá er það mat kjósenda að þeir séu allan ekki að standa sér nægilega vel. En undantekningi verði ég náttúrulega nefna, það var náttúrulega þegar þessi ríkisstjórn var endurkjörnin 21, sko, þá var hún að koma, við vorum ekki komin alveg út úr hruninu einu sinni. Nei, fyrir ekki COVID-inu, koronaveiru faraldrinu. Og þá hún stóð það af sér og þau héldu áfram, þau höfðu þingstyrk til þess.
Þannig að við getum ekki sagt að það skipti ekki sko neinu máli, það bara tapi alltaf fylgi en það var náttúrulega ekki kannski tekist á stefnu og stefnuframkvæmd í mörgum viðkvæmum málum. Það fór öll athygling og öll orkan í viðbröðum við faraldrinum á síðasta kjörtímabili. Þannig að það er svona undantekning. Það er rétt að hafa það hérna með, sko. Já, og til að tengja það núna mitt við þessar kosningar, því við erum að tala forystufólk og við erum að sjá svo marga aðra heldur en bara formennina, að getum við þá sagt að þetta er að hafa áhrif á þessar kosningar, vegna þess að þannig eru við með forystufólk úr kófinu sem er núna komið inn á öll stjórnmálana. Ekki satt? Jú, Alma Möller og Víðir. Já. Og gleymum því náttúrulega ekki að Svandís líka. Hún var náttúrulega áberandi líka í COVID-inu. Já, kannski fleiri líka, bara svona í almennu umræðu En ég veit ekki, sko, ég gerir mér ekkert almennilega grein fyrir því hvort að þau njóti þess, Víðir og Alma einhverju leyti að hafa verið þarna. Ég hef nú ekki geta séð það kannski beinlinis á fylgi þeirra flokka, sko, en allavega í könnunum, sko. En svo eru fleiri þarna sem hafa stigið fram, eins og það hljóta hafa verið tíðindi með Dagbjörn Eggertsson. Já. Í að fara inn í landsmálin og þetta í samfélkingunum þá í Reykjavík. Og það var nú heilmikið hafir í kringum það þegar það gerðist. Já, það voru svona einhver óheppileg ummæli sem voru látin alla sem voru svo tekin tilbaka en hins vegar náttúrulega hefur svo sem alltaf heyrst svona gegnum árin, alltaf þegar það hefur nálgast einhverja þingkosningar þá hefur alltaf heyrst svona einhver vangaveltu það hvort það sé komið að því núna að Dagur stígi inn í landsmálin, hvort hann vilji það, hann hefur ekki vilja gera það fyrir en núna en hann það var hins vegar, það alltaf lá í spilunum bara eftir þegar málefnasamningur núverandi borgarmeirihluta var gerður að hann myndi sem sagt víkja sem borgarstjóri og ekki síðustu áramót þannig að hann var svona akkurat núna þegar þessar kosningar eru þá vill svo til að hann er svona já má segja í einhverju millibilsástandi eða allavega ekki þannig bundin af því að vera borgarstjóri. Aðeins í tengslum einmitt við þetta því að eins og oft komið áður fram í þessu hlaðvarpi að forysta eða leiðtogmennska snúist ekki bara forystu manneskjuna leiðtogan sjálfan heldur það er forystu manneskjan það eru fylgjendundir og síðan er það kringumstæðunar og aðstæðunar og einmitt með dag að þá veltir maður einmitt fyrir sig núna við þessa kringumstæður þar sem að Kristrún hefur komið svona sterkinn sem leiðtogi Samfylkingarinnar og virðast vera svona ákveðinni nýjir tímar, nýjar áherslur svona einhver annar andi yfir þessu öllu saman og þá er núna sem að Dagur tekur þetta skref og kemur inn og þarna þyrlast upp ykkur og við sjáum svo sem bara til hvernig það fer allt saman og hverju það skilar að endingu en eru þetta kannski bara þetta eru ekki hagstæðar aðstæður fyrir Dag að koma inn í, hann hefði getað valið sér betri tíma á aðstæður eða hvað? Já, nú veit maður það ekki, hann er náttúrulega kemur inn á þeim punkti þegar að flokkurinn er með mjög sterkan foringja sem að hefur greinilega auki fylgjans mjög mikið og bara næstu í þrefald af þingmannatöluna og það er ekkert víst að það hefði verið betra fyrir dagastígin endilega þegar við þar aðstæður þar sem að hefði ekki verið svona sterkur forystumaður eins og Kristrún er þannig að maður veit það ekki það er kannski alveg eins gottur að hann að koma inn í eitthvað sterkt forystu teymi því ekki það og þá byrja var þess að teimapælingu því maður er velta fyrir sér eins og þetta lítur allan út fyrir manni að það hafi einhvern veginn ekki verið búið að ræða alveg hlutin eða koma sér saman það hvernig þetta yrði vegna þess að Kristrún kemur hann fram og segir meðal annars að hann verði ekki ráðherra
og þá getum við líka kannski aðeins tengt þetta síðastu ummælum frá Sigurði Inga, formanni Framsóknarflokksins, sem stígur núna mjög sterkt fram og er að tala að ef ég skil hann rétt, og mér finnst það bara að vera mjög skýrt að ráðherrar Sjálfstæðisflokksins hefði meira og minna verið stjórnlausir en að síðasta 1,5 árið í stjórninni, þannig að maður er svona að hugsa samvinnuna, skipulagið, þú veist, vinna sem ein liðsheild. Skilur hvað er að fara? Já, sko, já, nú var það að koma frá Sigurði Inga að sem sagt, hvort við átti við ráðherra að þingmenn Sjálfstæðisflokksins, að það kann að vera svona þau rétt til haga hérna einhver her sem að lét illa og lét ekki að stjórn og hérna, þetta er nú bara að koma upp núna bara á síðasta sólarhring sko, þetta reyndar nú Bjarni Benediktsson þegar búin að hafna þessu en hérna eins og við máttum búast en sko hvort að við getum heimfært þetta yfir á dag B, ég held að hann sé bara alltaf hann sé ekki of rútineraður með alla sína reynslu til þess að myndi mega vona því að hann fara að leika einhvern óþekktar orm sko hérna, ef að flokkurinn er ríkisstjórnarsamstarfi það finnst mér ólíklegt. Mér datt nú bara fyrst í hug þegar maður svona safnaði þessu saman í höfðunni það kom nú upp hérna eins og var hérna nefnt fyrir nokkrum árum síðan í pólitíkinni þessi svokallaða kattasmölun. Já. Það var erfitt að halda utan þingflokkin eins og þetta væri eins og að safna köttum. Já, þessi staða komin upp víðar núna ég veit ekki, þetta var nú haft með minnir þetta hafi nú verið þessi orð hafi verið höfðum þingflokk vinstri grænna í hérna ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms á sínum tíma það er þessi kattasmölun þegar að forystumaðurinn fær ekki neitt við ráðið og ekki allir hlusta á hann enda sáum við það hvernig þeir þingmenn fór í allar áttir og aðra flokka og svo framvegis Já, þess vegna mitt fór ég hugsað út frá ummælum Sigurðar Inga því að ég hugsa menn þetta þarna í þessu felst í raun og veru heilmikil og sterk gagnrýni í raun og veru á forystu færni og forystu elementin í þeim flokki og svo birtist þetta kannski líka svona opinberlega þegar Kristrún og Dagur þurfa að vera svona, ég er ekki að segja takast á en jú, samt, sko, þau þurfa að vera að svara fyrir ákveðna hlut og virðist ekki vera alveg á sömu blaðsíðu. Nei, svo má náttúrulega kannski spurja, ég segja sem svo, sko, með allan þennan skamma fyrirvara og frá stjórnarslitum þingrofi til kosninga að þá náttúrulega spurning, sko, er það ekki dæmt að eitthvað svona lag dúkki upp sko vegna þess að aðdragandinn og undirbúningurinn hefur ekki verið næstu því nægilega langur. Já, í þessu sambandi þá þetta fljúga spjótin víða hingað þangað og meðal annars vera að tala áráðsvélar og alls konar hluti sem eru á bakutjöldin, það er verið að grafa þetta eða hitt upp þennan eða hinn sko. Já. Og hérna meðal annars búið að merkja þetta og það er eitt flokkur sem ávist að vera með skrýmsladeild og ég veit ekki hvað þetta heitir allt saman sko. Já. Þannig að það þetta er svona af þessu meiði, þetta er svona þessu sviði. En gott og vel, ég mitt varandinn að stutta fyrirvara og við erum að ræða þessi skilaboð og svo hérna bara fórustu og svona þessa leiðtóa pælingarallar. Mér langaði þess að fara út í skilaboðin betur, hvernig þau eru að ná í gegn með að við sko flokkarnir með að við þennan stutta tíma og líka þeir erfið tími núna vegna þess að það er erfist að koma skilaboðum áleiðis, það er allir fjölmiðlar og þar með talið náttúrulega vefsíður og aðrir samfélagsmiðlar fullir af alls konar kynningarefni og auglýsingum, miklu meira núna fyrir jólin og þessum ástíma heldur en áður. En áður koma því, bara svo ég gleymið ekki, að hérna hvernig fólk er að ákvarða sig, hvort að forystu elementi sem hafa þar áhrif. Og þá dettum í hug, sko, hugtakið traust. Já. Að það skiptir svo miklu máli í stjórnmálum.
eitthvað af þessu fórustu fólki þarna sem að þér finnst vera að senda þau skilaboð að þau séu traustsins verð eða meira traustsins verð en aðrir, eitthvað sem að eða ég að hérna lyfta þessu of hátt upp? Þau reyna það auðvitað. Hins vegar alveg ljóst að frá hruni að þá náttúrulega allt má segja að traust til margra stofnana í þjóðfélaginu og þar með talið Alþingis hrundi og það hefur ekkert náð sér alveg síðan og það er eðlilegt að þingmenn vilji reyna að vinna traust almennings en það tekur bara talsveit mikinn tíma þú gerir það ekki með því að smella fingri þú vinnur ekki traust kjósenda nema með verkum þínum yfir kannski lengri tíma og svo komu kosningalofurinn þarna og eitt af því sem maður hefur heyrt og ég vel bara viðurkenna það, ég vil líka hugsa þetta að núna maður skoðar skilaboð stjórnarflokkana sem að fara frá borði það sem verið að segja við ætlum að gera þetta og þetta en svo margir sem spyrja býtunum við en af hverju gerðu ekki eitthvað að þessu með að þið voru við stjórn? Já eitthvað gerðu þau nú Já, alveg örugglega, en ég bara sé að þetta er einn af þessum gagnisröddu sem maður heyrir, sko. Já, það er að segja, okkur gerðu, til dæmis, okkur gerðu ekki meira eða, okkur gerðu ekki meira áherslu á þetta eða. Já, þeir eru náttúrulega að segja hvað á langa til að gera, en kannski gerðu þeir of lítið af því eða ekkert af því á kjörtímabilinu sem er að líða, en þá langar til þess að gera þetta núna en fá kannski skammir fyrir að hafa ekki gert það sem þeir eru að tala um núna. Já, og þá er líka bara spurningi þessi, ekki bara út frá þessum flokkur sem er að fá ríkisstjórn, bara öllum flokkunum með sín lofórð og hvað þau langar til að gera. Getur fólk treyst þessu? Það er það sem ég er svona að velta fyrir mér, þú veist, af því við erum að tala um þetta traust sem að hefur farið niður. Ég er kannski svona því nú voru komin aðeins inn í þessu umræðu mitt varandi skilaboðin og traustið, við getum tengt það saman að það er svona spurning hvað er á bakvið þetta, þú veist, trúir fólk þessu virkilega? Það eru alltaf málamiðlanir í pólitík, við vitum það hefur alltaf verið, en telur það fólk sé að hugsa þessi skilaboð, þessar, hvað maður að segja, þessi lofórð, þessar áherslur, trúir fólk því, svona almennt? Já, sko, hefur þetta áhrif í kjörklefanum? Það getur bara vel verið, ég meina þetta eru skilaboð frá flokkunum það hvað þeir leggja áherslu á, hvað þeir myndu fara með inn í ríkisstjórnarmyndun, en þeir fá aldrei öllu framgengt vegna þess að í þessu fjölflokka kerfi okkar þar sem að eru 2, 3, 4 flokkar sem stjórna hverju sinni þá verða alltaf málamiðlanir og sá sem að sko, getur komið með einhver 20 lofórðin í kosningabaráttuna hann getur ekki nema bara einhvern part af þeim enda erum við að tala þá sem sagt að miðla málum, hinir verða að gefa eftir, það eru allir að gefa eftir og allir fá einhverju framgengt. Þannig að það eru þetta ekki alls kostar sanngjarnt að flokkar sem að fara inn í 3 flokka stjórn fái alla kosningastefnuskrá sína samþykkt að komi henni í gegn. Það er bara ekki veruleikinn. Nei, það er ekki raunhæft. Þá hugsa ég að mér hefur fundist aðeins svona í þessum þáttum og umfjöllunum alþingiskosningarna núna. Svona eitt aðeins kannski áherslaatriði sem að ég hef tekið eftir og það tengist þessu og það er að mér hefur fundist vera svona oftar verið að spyrja þá fórustu fólki að því að oft er þetta mörg mál sem að flokkarnir vilja leggja áherslu á. Það er svona býtur með hvaða 2-3 mál eru það sem að skipta ykkur svo óbúslega miklu máli að þið myndu leggja mikla áherslu á að koma í gegn eða framkvæma eða að vera tilbúin kannski að gera minnstar málamiðlanir Stundum að náttúrulega flokkar mála sig algjörlega út í hot kannski með einhverjum alkunnu skilyrðu fyrir kosningar. Ég er ekki að tala um það, Grétar.
Já, það er nærtækt náttúrulega að nefna ef við erum að hugsa eitthvað mál eða málaflokk núna, þá myndi ég til dæmis halda að sko húsnæðismál og heilbrigðiskerfi væri svona málaflokkar sem að sko verða örugglega upp á borðinu hjá öllum flokkunum sem að myndu fara í næstu ríkisstjórn. Ég held að það sé nokkurn veginn alveg gefið sko. Já, þetta virðast vera og eru greinlega að mati allra þessara flokka mjög brýnir málaflokkar. Og húsnæðismálin eru þetta ekki bara húsnæðismál sem slík heldur, þetta spurningum afkomu þeirra sem að lægri launin hafa. Það er að segja að vinda ofan af þessari þenslu og þessari verðbólgu á húsnæðismarkaði, leigumarkaði og slíku. Akkurat. Þannig að það er svona okkur samhljómur þarna. Já, ég held að einhverju liti sko. En hvernig sérðu þetta þá fyrir þér? Þú veist, og kíkir í kristallskúluna þína. Hvað er svo sem þú ert með hana? Já. Hvernig heldur þetta að fari? Við erum náttúrulega með nokkuð margar kannanir núna undanfarið og eina frá því sem að byrst í gær. Það sem að sko, það er svona einhver hreyfing í gangi hjá sumum flokkunum, hjá aðri virðast vera bara í fastir þar sem þeir eru. Það eru flokkar sem eru nálægt í að fara undir 5%, aðri sem eru að reyna að komast upp í 5%. Og enn aðri sem að vera að reyna að fá meira fylgi, er kannski með sögulega minnsta fylgi í sinni sögu. Og allir vilja náttúrulega breyta þessu. Það er vika í kosningar, rétt það vil vika. Og þetta getur alveg sveiflast til. Það er líka fullt af fólki sem að ákveðu sig ekkert fyrir bara daginn áður eða í kjörklefanum og þannig að það er ekkert alveg víst að þessar mælingar sem að við höfum komið út að hárréttar. Ég held við þurfum að bíða í nokkra daga eftir að fá mælingu sem að verður meira svona beint í mark sko. Já, en auðvitað er þetta að segja okkur ákveðna hluti. Það eru 2 flokkar sem eru afgerandi stærstir sko. Og svo eru þarna nokkrir flokkar sem eru bara einhvers staðar á sveimi þannig í kringum það að komast inn eða ekki sko. Ok, það er Viðreisn og Samfylkingi sem múst að tala um. Já, sem eru stærstir, já. Og það þarf örugglega að taka allavega 3. flokkin með í nýtt stjórnarsamstarf. Já. Og þá er spurning hvaða flokkur það verður. Já, það vitum við ekki. Hvað segir kúlaðinn? Ég veit það ekki. Einhverjir hafa sagt sko að þeir myndi geta komist inn með Framsókn með sér og að Framsókn kemst inn. Það gæti alveg verið, en ég veit ekki hvort að Framsókn færi inn í svona samstarfi upp á það alltaf að fara kjósum það hvort að við förum í umsóknum með Evrópusambandi. Það gæti eitthvað strandað sko. En miðflokkurinn? Á hans séns? Ég held að miðflokkurinn sé svona stefnulega mjög langt frá Viðreisn og Samfylkingunni. Hann er flokkur þessara hefðbundnu svona íhaldssömu gamaldags skilda. En er náttúrulega svona kosningabarátta miðflokksins er greinilega svona aldrei mikið fókuserið á að halda í og vinna hjörtu eldra fólks og ekki síst á landsbyggðinni og svona fólks með svona íhaldsamari og hefðbundnari sjónamið. Hvernig merkir það? Hvernig sérðu það? Já, það er náttúrulega sumum svona auðvitað bara í málflutningnum þá heyrir maður það líka og því sem að þau svona segjast kannski ætla að gera. Svo ég náttúrulega tekið eftir einu mjög skemmtilegu í sjónvarpsauglýsingum miðflokksins sem að segja mér
að þeir eru akkurat að hitta þessi gömlu hefðbundnu gildi í hjartastað, það þegar frambjóðendurnir að koma með bakkelsið og leggja það á borð. Þú hefur kannski tekið eftir þessar auglýsingu og ég fór nú að skoða hann aftur og þá sannfærist ég það sem mér hafði sýnst í byrjun að það sem hafa lagt hann á borð var brauðterta, flatköku með hangikjöti, kleinur og pönnukökur. Þetta var bara fermingaveislu upp í sveit fyrir 30-40 árum, sko. Og þarna er hópurinn, sko. Þeir eru að miða á svona miðaldra kalla eins og okkur, Sigurður. Ég veit nú ekki það að ég elska brauðtertur, flatkökur með hangikjöti, pönnukökur og kleinur. Ég myndi borða þetta allt saman með bestu list, ekki spurning. Verður þið að kjósa Miðflokkinn? En þarna er verið að, sko, það er ekki verið að veiða, sko, pírata með snakki eða einhver aðra. Já. Skilur, það er það sem ég er að fara, sko. Þetta er þetta hefðbundna, svona gamli tíminn dálítið, sko. Já. Mér sýnist einmitt starri hérna sem er útsendingastjóri hérna og upptökustjóri, hann líki þetta bara líka nefnilega, sko. Já, hann er komið með vatn í munni, sýnist mér. Já, ég held að segja mér það. Já, þetta er svona, bara einmitt eins og varandi þessi skilaboð og veist, það er svo erfitt að koma skilaboð málist núna, það er auglýsingar alls staðar. Það er búið að kaupa upp mörg auglýsingarpláss. Black Friday og alls konar hlutir. Og hérna, og við erum að sjá einmitt flokkana nota nýjar aðferðir, nýstárlegri aðferðir, meðal annars trúlega er það fullirt allavega að hérna allir flokkar sé að nota til dæmis TikTok og nánast allir sem hafa byrst, það er allir sem þá er að tala um stjórnmálafólkið, allir hafa tekið sporið, dansað, þannig að fólki fara að gera alls konar hluti. Var þetta ekki eitthvað baráttu aðferðum Höllu í forseta, Höllu hérna Tómasdóttur í forsetakostningu? Já, hún notaði þetta mjög mikið, þannig að þá menn þetta velta fyrir sig. Kannski höfðu forsetakostningarnar einhver áhrif á einmitt, sko, líka þetta að einhvað aðeins takmarkari aðgangur á sjónvarpinu. Það hefur ýtt mönnum meira yfir á einhvern svona samfélagsmiðla og einhver plaggöt og annars líka, og jafnvel, sko, kannski fleiri opni fundir heldur en annars hefði verið, ég veit það ekki, það gæti alveg verið, sko. Já, það er náttúrulega bara alls konar nýtt, ég menna eins og miðflokkurinn sem tók að sér að skreita þarna kynningarefni og plaggöt. Já, það var nýstálegt. Það var við ekki séð það á þeirri kosningabaráttu. Ég held ekki. Nei, ég held bara ekki, svei mér þá. Og hérna, svo var hérna, sá ég það byrtist þarna, ég held að það verið TikTok líka. Það sem að Sigmundur Davíð var hérna komin á traktor. Já. Talaði fólk. Já. En ég veit ekki hvort á hann brauðtertu aftur í. Nei. Ég reyndi að þetta minni mér nú á, sko, allt þetta sem gerðist þarna með skreitingarnar. Ég er ekki búinn að því ennþá. Ég ætlaði mér alltaf að, hérna, teikna svarti yfirvaraskegg á þennan herramann sem situr hérna á milli okkar. Já, sem við ætlum að tala um þetta eftir, já. Mér var gefin þessi stytta í gríni og ég, hérna, teka þessu bara með gríni, en Já, algjörlega. En mér dettur í huga þetta kannski ákveðin þróun í þessu og það er reynda nokkur ár síðan að Bjarni Benediktsson var til dæmis svolítið þekktur fyrir það í umræðinu að hann var að baka köku. Manstu ekki eftir því? Alveg rétt. Já, þá var ekki fara að nota TikTok, ég held að TikTok hefði ekki verið komið þá eins og. En allavega stjórnmálaflokkarnir og stjórnmálaflokk þar þurfa greinlega núna að nota önnur meðul til þess að koma sínu boðskap áleiðis og gera það alls konar. Og við gleymum náttúrulega algjörlega einu og það er til dæmis í þessari miðlun og í þessari nálgun og samskiptum við kjósendur að í sambandi við Reisn og það er Jón Gnarr sem að þetta var í forsetakostningunum. Já, hann komið öflugu þar inn. Já, hann náttúrulega hann fékk alveg fylgi í forsetakostningunum og er fyrrverandi borgarstjóri í Reykjavík. Gleymdu því ekki, sko. Akkúrat. Og er Georg Bjarnfreðarsson líka. Já. Svo höldu því til haga. Já. Akkúrat. Já. Er eitthvað annað þarna sem að við skellum okkur yfir til vinaðins hérna? Vestur haf. Já. Með kostningarnar hérna heim alþingiskostningarnar. Er eitthvað sem við erum að gleyma? Eitthvað sem að
Ég held nú ekki, ég held að við verðum bara að sjá, sko, ég myndi ekki leggja höfuð að veði fyrir það að þetta eru nákvæmlega úrslitin eftir annan laugardag, sko, sem að blasa við í könnunum. Við getum strax verið farin að sjá einhverjar tilhneigingar strax helgina. Ég man svona gerir ráð fyrir því að fara að dúkka upp einhverjar kannanir núna í dag og á morgun og þetta hefur samt verið, Grétar, þetta hefur samt að hafa ekkert verið neitt mikla breytingar á milli þessara kannana, það er ekki frekar bara á milli þessara fyrirtækja sem að framkvæma þessar kannanir, er það ekki rétt hjá mér? Jó, já, ekki neitt stór tíðindi lengi allavega. Annars er hérna sýnist mér ég að vera að sjá, sko, það er eins og hérna, síðustu mælingar hjá þessum fyrirtækjum, það er ekkert svo mikið á milli þeirra, sko. Nei, þannig að það er að draga saman. En ef ég man rétt með forsetakosningarna sem voru auðvitað fyrir á þessu ári, að það voru í raun og veru, sko þessar allra síðustu kannanir sem að birtust, niðurstöðunar voru töluvert frábrugðnar og það virtist vera, og þetta hafi verið skoðað sérstaklega, að það voru mjög margir sem voru að ákveða sig bara innan við sólarhring, bara síðasta sólarhringin. Sjáu eitthvað svipaða núna í þessu, hjá okkur með alþingiskosningar? Það er ekki víst. Við náttúrulega, ég tel að við sáum það fyrir og að það varð reyndin að það var rosalega taktísk kosning í forsetakosningum. Verður það ekki núna? Það gæti átt sér stað einhver staðar í kringum þarna 5% mögulega. Að fólk færi sig af einhvern sem virðist ekki eiga séns eða færi sig inn á einhvern sem er alveg í dauðafæri að ná inn. Það er þá taktísk kosning, sko, það gæti gerst, sko. Já, við sjáum hvað setur. Eigum að skipta aðeins skýr hérna og færi þennan hérna, veistu hvað er að tala hérna? Já, þú meinar þennan herramann hérna frá Bandaríkjónum, já. Kannski ekki aðal dansinn, Grétar? Nei, ég er Tröppdansinn? Nei, ég hann er svona, já. Prófaðu. Hérna, þessi? Þessi. Já. Ég hef nú ekki æft þetta mikið. Nei. Ég fæst í samt sjáði á hann og skrifstofur mögulega að vera eitthvað. Já. Það reyfaði, það er allt annað. Það er verið eitthvað allt annað, sko. Allavega, sko, það er ekki hægt að sleppa forsetakosningum í Bandaríkjunum. Og þar voru auðvitað mikil tíðindi þar sem að Donald Trump sigrar aftur. Það er að segja, hann var forseti, hann tapar og hann er komin aftur. Var þetta eitthvað sem að, hvernig varstu búin að sjá þetta fyrir? Ég er ekki það djúp pældur í bandarískum stjórnmálum að ég hef sko haft eitthvað svona einhverja sérstaka sterka skoðun á því, en ég náttúrulega hlustaði þess meira á aðra og mér fannst þér að tala það bara allt þetta ár að Trump væri að vinna þetta. Og hvers vegna þá? Sko, náttúrulega fyrst kannski til að taka, sko, þó að við séum að mynda okkur skoðun á því hvort að það sé vænlegt að hafa Trump svolítið út frá svona alþjóða alheimsmálunum og öryggismálum heimsins. Það gæti alveg verið fyrsta ástæða til þess að hafa ágjör af því. Þá virðist vera hinn almenni Amerikani sé ekki að kjósa þannig. Hann er að kjósa bara með veskinu. Og það hefur ekkert, Biden er ekkert að skila neitt of góðu búi og þá náttúrulega gerist þetta bara. Meðal ég bara tilgreini hér eitthvað eitt, sko, sem að gæti skýrt þetta. Nú síðan náttúrulega er náttúrulega vandræðagangur í hérna hefur verið það hjá kannski demókrötunum varðandi hérna Gaza og þau mál öll sömul. Og það eru þetta þessi hérna sterki stuðningur í Bandaríkjunum við gyðinga. Og þeir hafa ekki tekið einarða afstöðu gegn framgöngu Ísraelsmanna. Og það kannski hefur farið
misjaflega onni í einhverja þjóðernis hópa og araba og fleiri sem að búa í Bandaríkjunum. Það var minnst kosti talið. Maður velti fyrir sér einmitt með sko leiðtoga, hæfileika og leiðtoga, færni þá Donald Trump og Kamala Harris. Já. Og það er undan þetta Joe Biden því að það var náttúrulega skipt hann bara rétt fyrir kosningar þar. Já. Hvort að það hef ekki líka haft áhrif en ég hef nú búið í Bandaríkjunum í mörg ár og verið mikið í Bandaríkjunum og eitt af því sem að ég hef tekið eftir í gegnum tíðin það allavega samkvæmt minni upplifun og reynslu að víða í Evrópu og þar með tala á Íslandi að þá oft kannski ekki alveg verið að ræða svona kannski þá mynd sem að maður upplifur í Bandaríkjunum sjálfum af stöðu mála. Já. Og ég hef stundum hugsað til þess að svona allan sem ég hef upplegað gegnum tíðin ekkert bara Donald Trump að þá ekki bara að tala Íslandi, líka að tala önnur Evrópulönd að það hafi svona gegnum tíðin að freka verið gert grín að fórsetum Bandaríkjanna. Það var til dæmis mjög vinsælt að tala niður George Bush bara sem dæmi yngri og hann var ekki mikið gáfumenni eða eitthvað slíkt sko. En Gerald Ford var ekki gert grín á honum líka. Ég man rétt var sagt að hann gæti ekki gengið og tuggið samtímis. Svona sem maður nefni eitthvað. Já. En það maður bara velta fyrir sig svo veist ok, Donald Trump nær semst frekar að hrífa bandarísku þjóðina heldur Kamala Harris og veist af hverju það? Er það bara hreinlega eins og þú ert að segja þarna eru bara málefnin að skipta meiru máli heldur en kannski sjálf manneskjan eða leiðtogin það gera það alltaf eitthvað sko. En svo náttúrulega alltaf þessi persónubundum mál en svo er náttúrulega bara sagt að demókratar kjósa demókrata alveg sama hvað og republikanar greinilega republikana alveg sama hvað. En það er svona einhver sveifla í þessu og það er náttúrulega komið svo sem margar greiningar fram og pælingar varðandi þetta og meðal annars eitt sem að mér minnir nú að Baldur Þórhallsson hafi mitt skrifað sem auðvitað fyrir forseta frambjóðandi hér hjá okkur að ein ástæðan fyrir meira fylgi republikan og Trump að því það þú segir þetta er náttúrulega ekki bara persónukjör, það eru flokkar á baku þessa frambjóðendur það skiptir náttúrulega mjög miklu máli að það er að demokratar í Bandaríkjunum að þeir séu komnir meira til vinstri heldur en þeir voru. Demokratarnir? Kannski ekki átta mig á því hefði kannski verið Þannig að margir kjósendur hafði ekki fyllt þeim eftir þangað og þess vegna hafði farið yfir og kosið republikana og þar með Donald Trump. Það má bara vel vera sko en það eina sem manni dettur í hugsambandi við það þessi komnir eitthvað til vinstri ef maður á að kalla það sko, það er náttúrulega innleiðing á þessu einhverju leiti á þessu Obamacare sem er náttúrulega með sjúkratryggingakerfi og annars í Bandaríkjunum, það er náttúrulega bölvaður sósíalismi í augum republikana minnst eitthvað stig. En svo bara var þessar leiðtogapælingar í Bandaríkjunum, Kamala Harris kemur hérna fram og einhverju sagði já býturum við það er ekki skrítið að Trump hafi unnið vegna þess að hún er kona og Bandaríkjamenn er ekki tilbúin til þess að kjósa konu sem forseta og þá velti ég fyrir mér á móti að Hillary Clinton var næstum því búin að sigra Donald Trump árið 2016 og ég hugsa að ég sé ekki oftúlka þar en ég var nú töluð í Bandaríkjunum reyndar á þessum tíma líka að kosningaþáttakan var sérstaklega dræm þar sem að demokratar áttu kannski inni meira fylgi þannig að það voru margir sem vildu bara að kenna því að það voru bara svo margir demokratar sem að bara hreinlega höfðu ekki fyrir því að kjósa og Trump hefði hagnast á þessu. Já, þetta heyrði maður. En svo náttúrulega hafði Kamala Harris, hún hafði náttúrulega afskaplega stuttan tíma og það virðist svona svolítið vera sagan en það ekki að þú þarft góðan tíma til að kynna þig og fólk þarf að fá að kynnast þér ekki satt til þess að þú eigi séns eða meiri séns eða hvað, ég bara svona velta þessu upp stilla málflutning þinn og aðlaga hana af ýmsum hópum sem að þú þarft að ná til. Já, af því að önnur gagnrýni sem að náttúrulega snýr svo sem að bandaríska stjórnkerfinu, hún náttúrulega er svo að
að þú þurfir nú eiga mikið og mikla peninga til þess að eiga séns Já. á þessari stöðu að komast í þessar stöður á frambjóðandi en svona bara í gegnum tíðin í Bandaríkjunum að sem kannski margir gera sér grein fyrir það eru þetta miklu fleiri sem í frambjóði það er bara og það er þetta velja miklu fleiri í kosningum í Bandaríkjunum en þetta eru bara einstaklingar sem að ná engir athygli og þeir hafa enga rödd og svo framvegis það hafa margir poppar og leikar að vera að bjóða sig fram Já. Þannig að en þetta voru þau tvö og það verðist bara vera auðvitað reglan að frambjóðendur þessara flokka að baráttan stendur alltaf á milli þeirra. Já. En var þetta rétt ákvörðun hjá Joe Biden að stíga til hliðar svona? Já, hann hefði líklega skítapað þessu sko. Já, ég held að. Hann hefði greinilega ekki heilsu í þetta blessaða maðurinn. Það var svona, hann má þakka fyrir að geta svona klárað þetta fram í janúar. Hann er bara ekki, hann er ekkert á grafabakkanum en hann hefur ekki heilsu í að vera forseti Bandaríkjanna. Nei. Hvernig heldur að verið það eftir 4 ár? Já, það er aldrei vafamál. Já. Og Trump, hann er svo sem ekki unglamb? Nei, við veitum ekkert hvernig honum farnast. Nei. Hann er orðinn náttúrulega að fara að halli í áttrætt, sko. Já, en hann virðist vera alveg sprækur sem lækur og dansandi og út allar trissur. Þetta er einmitt í huga, það var nú frægt það sem að hann fór nú ekki inn ímsu störfi kosningabaráttinu, þar á meðal fór hann og var að vinna með sorphirðu fólki á sorphirðu ökutækjum og þá velti ég fyrir mig hvort að Sigmundur Davíð eða kannski fengið hugmyndina þaðan að það fór á traktorn sko í TikTokinu. Nei, ég segi svona. En reyndar sko hefur það náttúrulega kannski traktorinn staði nær Sigmundi Davíð heldur en öskubíllinn Trump sko. Svona myndi ég halda. En svona til að loka þessu með forsetakosningarnar í Bandaríkjunum. Kamala Harris, Donald Trump, eru þetta leiðtogar? Þínum mati? Já, það sýnist mér nú. Mér sýnist nú. Já. Hvers slags leiðtogar? Já, hann er náttúrulega meira bulli sko. Trump sko og er með miklu harðari pólitík en hún er Kamala Harris er miklu mýkri fórustumaður, hvernig á ég að orða það sko. Ég hafði miklu meira á tilfinningunni að hún væri að bjóða sig fram í að þjóna fólkinu en ekki fólkið henni, að þjóna henni. Já, ég auðvitað þurftum við ekki að taka afstöðu til þeirra, ekki með kosningar Nei. En ég er dettur í huga því ég feytist nú með þessu og meðal annars að þá sagði viðtal það sem að Kamala Harris var hjá Howard Stern hinum eina sanna sem að ég var mjög ánægð með vegna þess að hún útlistaði þar alveg sérstaklega að hennar uppáhalds tónlistarmaður veistu hver? Nei, það skildi þú ekki vera prins. Nákvæmlega, það er prins. Þannig að við hefum það sameiginlegt. Já. Og þá fór ég mitt að hugsa núna brauðterturnar, hangikjötið, pönnukökurnar og kleinurnar. Já. Sem að ég elska, verði ég þá að kjósa miðflokkinn? Nei, það er náttúrulega spurning hvort að þú ætlar að kjósa með maganum eða veskinu eða einhverju öðru, sko. Já, ég þarf að hugsa þetta. Þú verður eitthvað að leggjast yfir þetta. En þá erum við eiginlega komnir hringinn sko, vegna þess að ég spurði þig í byrjun hvað þú ætlar að kjósa, hverju svarar þá núna með það? Já, ég segja alveg það sama, en bara af því að þú varst nú að nefna þetta, þú ættir kannski að gera eins og sumt fólk hefur nú stundað kosningar eftir kosningar, það er að fara í kosningakaffið á kjördag og gera svona samanburðarrannsókn á því hvað er besta meðlætið. Grétar. Þetta er frekar svona auðvelt hérna á Akureyri sko, þetta er nokkurn veginn göngufæri á milli. Já, það er alveg sagt og svo dett mér í hug, við getum náttúrulega farið bara saman í svona túr og við getum jafnvel keyrt hérna eitthvað landið bara. Já, ég veit nú ekki, maður frétti kannski af svona alveg dýrðarinnar kaffidildanis bara á Blönduósi eða eitthvað sko. Jafnvel bara Skagafirðinum eða jafnvel bara í Borgarfirðinum sko. Ekki lengi að stjórnast þarna reyna nú flokkarnir og ekki síst sko gömlu flokkarnir
sem eru með sko einvala lið í sínum svona bakvarðasveitum sko að þarna koma flinkar konur sem kunna sko handbragðið og þeim er telt fram sem aldrei fyrir til að gefa gott kaffi sko. Það skiptir og þá eru brauðtertur gjarnan nokkuð áberandi. Þannig að þetta skiptir máli. Ég verð nú að segja það hér svona í lokin, Grétar, að ég hef svona ákveðna skoðun og ég held að ég geti aðeins lesið í það hvað þú ætlar að kjósa sko. Já, hvort að við séum svona eitthvað svipuð nótum út frá þessum veitingum. Já, nei, ég hef það bara fyrir mig til æviloka. Já. Það er alveg ljúst. Já. Heyrðu, fjörið framöndan. Sjáum hvað setur. Já. Já. Þannig að við erum búin að fara svona yfir víðan völl í þessu. Já. Þetta er eitthvað sem er aldrei hægt að tæma á svo sem. Nei. Þannig að við sjáum bara hvað setur. Bara takk kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir mig. Og bara, nú komir aftur bara sem fyrst og við ræðum eitthvað annað þá. Það er svo margt að ræða á þessum nótum og þessu sviði. Ég ætla að vona að verði langt í næstu kosningar allavega. Já, við getum þurft að bíða eftir það er 1,5 ár í næstu sveitarstjórnarkosningar. Já, það var svolítið stutt núna eftir forsetakosningar. Já. Akkurat. En þetta eru bara fínustu loka orð hér og bara takk kærlega fyrir að vera með ykkur og eftir allt þetta, alla þessu umræði með brauðtertur og svo framvegis verður þá ekki bara að segja verði ykkur að góðu því það eru örugglega margir sem eru að hlusta og horfa sem eru að fá sér eitthvað að bíta og brenna sko. Já. Takk fyrir kærlega.